Loftslagsbreytingar, gróðurhúsaáhrif. Þið hafið kannski heyrt eða lesið eitthvað loftslagsbreytingar og gróðurhúsaáhrifin. Eins og kom fram í myndbandinu hringrásir, ljóstillífun og bruni, þá koltvísýringur í stöðugri hringrás á jörðinni, þar sem gróður bindur hann og dýr, ýmiss konar fyrirbæri svo sem eldar og eldgos leysa hann út í andrúmsloftið. Koltvísýringur eða koltvíoxíð í andrúmsloftinu að aukast. Helstu áhrifa þess finnast í gróðurhúsaáhrifum. Gróðurhúsaáhrifin virka þannig að koltvísýringur eða koltvíoxíð ásamt nokkrum öðrum lofttegundum svo sem metan gera það að verkum að sólargeislar komast ekki út frá jörðinni, endurspeglast ekki strax frá henni út í geim, heldur skoppa af þessum lofttegundum aftur til jarðar. Þegar geislinn lendir aftur á jörðinni hitar hann hana aftur upp. Þetta kallað gróðurhúsaáhrif vegna þess að þetta eins og í gróðurhúsi þar sem glerið gerir svipað. Heldur geislum sólarinnar inn í gróðurhúsinu þannig að þeir skoppa fram og tilbaka áður en þeir fara út. Auðvitað fara flestir geislarnir samt bara inn og út, bæði í gróðurhúsi og jörðinni, en sumir skoppa og hita því aftur. Ef lofttegundir eins og koltvísýringur aukast í andrúmsloftinu, þá aukast einnig þeir geislar sólarinnar sem skoppa af þeim. Þetta þýðir að jörðin hitnar. Það mikilvægt að skilja það að gróðurhúsaáhrifin eðlislæg jörðinni í einhverjum mæli. Það meina ég að þau til staðar hvort sem við mennirnir erum til eða ekki. Ef það væri ekki fyrir gróðurhúsaáhrifin, þá væri meðalhitin á jörðinni svona 35 gráðum lægri, sem sagt svona -20 gráður. Það væri ekki mjög gott fyrir lífið á jörðinni. Staðreyndin samt sú að við erum að leysa út miklu meira koltvíoxíði og öðrum gróðurhúsalofttegundum heldur en jörðin á að venjast. Þess vegna meðalhitin á jörðinni að hækka. Það auðvelt að hugsa sér að nokkrar gráður í viðbót geti nú bara verið fínt, enda búum við á Íslandi. En það mikilvægt að muna að litlar breytingar í vistkerfum jarðarinnar geta haft miklar breytingar og ekki þarf mikið til dæmis pólarnir bráðni og meðalhæð sjávar hækki. Einnig erfitt að segja til ýmsar breytingar á veðurfari og hafstraumum sem hafa mikil áhrif á lífið á jörðinni. Ísland til dæmis mjög háð Golfstraumnum sem hafstraumur sem hitar upp strendur landsins og gæti raskast. Losun gróðurhúsalofttegunda og önnur loftmengun málefni sem mikilvægt öllum jarðarbúum. Hvað þetta varðar þá engin landamæri því mengun virðir ekki landamæri. Hún fer út í andrúmsloftið eða höfin.